Okay. For close. Okay. Woohoo! Ooh. Gekkja. Live. Herru, þá ætla ég að mamma er að fylgjast með það. Okay. Be welcome to the screen and a wonderful Monday. Við erum velkomin á skjáinn og í yndislega mánudag og eins og við eigum við hjónin og við ætlum að lesa í Póstulögsögunni og við erum komin á kafla 21 sem við ætlum að lesa hér í dag. And we are on chapter 21 in Act that we are going to read today. And may this word be a blessing to you that we are going to read from the Bible, from God to you. Og með þetta vera blessun til ykkar, þessi orð sem við lesum úr Biblíunni frá Guði til ykkar. So be welcome to the screen on this wonderful, wonderful Monday. Like always, we started with a little prayer that my beautiful wife is gonna start the day with. Já, elski Jesús, ég legg þessa stund í þínu hendi, Drottinn minn. Félagalendi, ég bara bið þess að þú blessi varir okkar Sigga og gefur okkur frið í hug okkar og hjart okkar og þeirra sem líka heima að horfa og blessar okkur öll í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. And everybody say amen. Amen. And you got some. Já, við ætlum að lyfta 5 nöfnum upp í náðuna. Við ætlum að lyfta upp Birnu, Jónu, Ómari, Ástu, Össa og Sigurði. Yeah, we ask you to pray for them, ask God to bless them, and ask the Holy Spirit to come upon them and answer their prayers, because God knows what they are dealing with, and like you know, God answers our prayers, and that's how it works. Og munið að nöfnin sem við lásum hér upp, að við biðjum ykkur að biðja fyrir þeim, biðja Guð að blessa þau, og biðja heilagan anda að stíga inn í lífið þeirra og eiga við það sem þarf að eiga við og Guð veit hvað það og biðja Guð að blessa þau. Í Jesú heilaga nafni, amen, and everybody say amen on this beautiful Monday. Amen. Be welcome to my screen. So we're gonna start this in chapter 21 in Act og við ætlum að byrja að lesa hérna í Póstulögsögunni á kafla 21 erum við komin á og með þetta vera blessun til ykkar og ég ætla að byrja hér. Þegar við höfðum slitið oss frá þeim létum við í haf og héldum beint á leið til Kos. Næsta dag til Ródos og þaðan til Patara. Þar hittum við á skip fara átti til Foníkíu. Stigum við á það og létum í haf. Við höfðum landsýn af Kýpur, létum hana á bakborða og sigldum síst til Sýrland og tókum höfn í Týrius. Þar átti skip að leggja upp farminn. Við fundum lærisveina og döldumst þar í 7 daga. Þeir sögðu Páli af gift andans að hann skyldi ekki halda áfram til Jerúsalem. Að þessum dögum liðnum lögðum við af stað og fylgdu þeir oss allir á veg með konum og börnum út fyrir borgina. Við féllum á kné í fjörunni og báðumst fyrir. Þar kvöddust við stigum á skip en hinir snéru aftur heim til sín. Við komum til Ptolemais frá Týrius og lukum þar sjóferðinni. Við heilsuðum bræðrum og döldust hjá þeim einn dag. Daginn eftir fórum við þaðan og komum til Sesaríu. Gengum inn í hús Fílippisar trúboða, sem var einn af þeim 7 og döldumst hjá honum. Hann átti 4 ógiftar dætur
ágæta spátársgáfu. Við höfum dvalist þar í nokkra daga. Kom spámaður einn og ofan frá Júdeu, Agabus að nafni. Hann kom til vor tók belti Páls, bætt fætur sínar og hendur og mælti. Svo segir heilagur andi: þannig munu gyðingar í Jerúsalem binda þann mann sem þetta belti á og selja hann í hendur heiðingum. Þegar við heyrðum þetta lögðum vér og heimamenn að Páli að fara ekki upp í Jerúsalem. En hann sagði: þið grátið þér og hræddið hjarta mig. Ég eigi aðeins reiðubúinn að láta binda mig, heldur og að deyja í Jerúsalem fyrir nafn Drottins Jesú. Honum varð eigi talað hugfar, þá létum við kyrst og sögðum: verið Drottins vilji. Að þessum dögum liðnum bjuggust við til ferðar og héldum upp til Jerúsalem. Nokkrir lærisveinar frá Sesaríu urðu oss samferða. Þeir fóru með oss til Mannsons, nokkurs frá Kýpur, lærisveinar frá elstu tíð, og skildum við giftast hjá honum. Nú mátt þú taka við, ástu mín. Já. Þegar við komum til Jerúsalem tóku bræðurnir oss feginsamlega. Næsta dag gekk Páll með oss til Jakobs og allir öldungar komu þaðan. Páll heilsaði þeim og lýsti síðan nákvæmlega öllu sem Guð hafi gjört meðal heiðingjana með þjónustu hans. Þeir vegsömuðu Guð fyrir það sem þeir heyrðu og sögðu við hann: þú sérð, bróðir, hve margir tugir þúsund það eru meðal gyðinga sem trú hafa tekið, og allir þeir eru vandlátir lögmálið. En þeim hefur verið sagt að þú kennir öllum gyðingum sem eru meðal heiðingja að hverfa frá Móse, og segir að þeir skuli hvorki umskera börn sín né fylgja siðum vorum. Hvað á nú að gjöra? Víst mun það spyrjast að þú ert komin. Gjörð því þetta sem við segjum þér. Hjá oss eru 4 menn sem heit hvílir á. Tak þá með þér, lát hreinsast með þeim og ber kostnaðinn fyrir þá, að þeir geti látið raka höfuð sitt. Þá mega allir sjá að ekkert hæft í því sem þeim hefur verið sagt þig. Heldur gætir þú lögmálsins sjálfur í breytni þinni en heiðingja, sem nú hafa tekið, höfum við gefið út bréf og ályktað að þeir skuli varast kjöt fórn af skurgoðum, blóð, kjöt af köfnuðum dýrum og surlifnaði. Páll tók að sér mennina og lét hreinsast með þeim daginn eftir. Síðan gekk hann inn í helgidóminn og gerði kunnugt hvenær hreinsunardagarnir væru á enda og fórnin fyrir hvern þeirra skyldi fram borin. Þegar dagarnir 7 voru nærliðnir sáu gyðingar frá Asíu Pál í helgidómnum. Þeir komu öllu fólkinu í uppnám og lögðu hendur á hann og hrópuðu: Ísraels menn, veitið nú lið, þetta er maðurinn sem allstaðar kennir öllum það sem að andstætt lýðnum, lögmálinu og þessum stað. Og nú hefur hann auk heldur farið með Grikkin í helgidóminn og surgað þennan heilaga stað. En þeir höfðu áður séð Trófímus frá Efesus með honum í borginni og hugðu að Páll hafði farið með hann inn í helgidóminn. Öll borgin varð uppvæg. Fólk þusti að, þeir tóku Pál og drógu hann út úr helgidóminum. Jafnskjótt var að dyrunum læst, þeir ætluðu að lífláta hann, en hersveitaforingjan var tjáð að öll í Jerúsalem væri í uppnámi. Hann brá við og tók með sér hermenn og 100-höfðingja og hljóp niður til þeirra. Þegar þeir sáu hersveitaforingjan og hermennina hættu þeir að berja Pál. Hersveitaforinginn kom þó að og tók hann og skipaði að binda hann 2 fjötrum og spurði hver hann væri og hvað hann hefði gjört. En sitt kallaði hver í mannfjöldanum þegar hann gat ekki verið orðið eins vísari sökum óróans,
bauð hann að fara með hann upp í kastalann. Þegar komið var að þrepunum urðu hermennirnir að bera hann vegna ofsans í fólkinu. En múgur manns fylgdi eftir og æpti, burt með hann. Um leið og fara átti með Pálinn í kastalann, segir hann við hersveitaforingjann, leyfist mér að tala nokkur orð við þig. Hann svaraði, kannt þú grísku? Ekki ert þú þá Egyptinn sem að æsti til uppreisnar á dögum og fór með morðvagna 4.000 út í óbyggðir. Páll sagði, ég gyðingur frá Tarsus í Kílíkíu, borgari í ómerkum bæ. Ég bið þig, leyf mér að tala til fólksins. Hann leyfði það. Páll bandaði á handinni til fólksins þar sem hann stóð á þrepunum. Þegar hann hafði fengið gott hljóð, mælti hann til þeirra á hebrískri tungu. En svo kemur kaflaskil. Það sem hann mælti á hebrískri tungu, og maður ekki bara að segja það. Jú. Bræður og feður, hlustið á það sem ég ætla að flytja yður mér til varnar. En þeir heyrðu mann ávarpa sig á hebrísku, urðu þeir enn hljóðari. En svo kemur aftur, og hann heldur áfram. Ég gyðingur, fæddur í Tarsus í Kílíkíu, en alinn upp í þessari borg. Við fæddur Gamalíels hlaut ég fyllstu uppfræðslu í lögmálunum feðra vora. Guðs stríðsmaður vildi ég vera, ekki síður en þér allir í dag. Ég ofsótti þá sem voru þessa vegar og sparði ekki líf þeirra, færði í fjötra og hneppti í fangelsi karla og konur. Æðsti presturinn og allt öldungaráðið geta borið með vitni þetta. Hjá þeim fékk ég bréf til bræðranna í Damaskus og fór þangað til að flytja einnig þá, en þar voru í bundunum til Jerúsalem að þeim yrði refsað. En á leiðinni nálgaðist ég Damaskus, bar svo við hádegisbil að ljós mikið að himni lyftraði skyndilega mig. Ég féll til jarðar og heyrði raust sagði við mig, Sál, Sál, hví orsakir þú mig? Ég svaraði, hver þú, Herra? Og hann sagði við mig, ég Jesús frá Nasaret, sem þú orsakir. Þeir sem með mér voru sáu ljósið, en raust þess við mig talaði, heyrðu þeir ekki. Þá sagði ég, hvað á ég að gjöra, Herra? En Drottinn sagði við mig, rís upp og far til Damaskus og þér mun verða sagt allt sem þér ætlað að gjöra. En með því að ég var blindaður að ljóma þess ljós, urðu förunautar mínir að leiða mig og þannig komst ég til Damaskus. Allt bráðan. Já, til Damaskus. En Ananías, nokkur maður, guðrækinn eftir lögmálunni, í góðum melum hjá öllum gyðingum þar bjuggu, kom til mín, nam staðar hjá mér og sagði, Sál, bróðir, fáð þú aftur sjón þína. Á sömu stundu fékk ég sjónina og sá hann. En hann sagði, Guð feðra vora hefur útvalið þig til að þekkja vilja sinn, að sjá hinn réttláta, heyra raustina af munni hans, því að þú skalt honum vottur vera hjá öllum mönnum það sem þú hefur séð og heyrt. Hvað dvelur þig nú, rís upp, ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum. En þegar ég var komin aftur til Jerúsalem baðst fyrir helgidóminum, varð ég frá mér numinn og sá hann. Og hann sagði við mig, flýt þér og far sem skjótast í burt úr Jerúsalem, því að þeir munu ekki veita viðtöku vitnisburðs þíns mig. Ég sagði, Drottinn, þeir vita að ég hef verið að hneppa í fangelsi þá sem trúðu á þig og láta húðstrýkja þá sem í samkvæmduhúsunum. Og þegar úthellt var blóði Stefáns votta þinn, stóð ég sjálfur þar hjá og lét mér vel líka og varðveitti klæði þeirra sem tóku hans af lífi. Hann sagði við mig, far þú því að ég mun senda þig til heiðingja langt í burtu. Viltu lesa bara restina? Þetta bara þetta.
allt af þessu orði hlýddu þeir á hann, en nú höfðu þeir upp raust sína og hrópuðu, buspins líka mann af jörðinni, eigi hæfir að hann lifi. Nú sem þeir æftu og vinskuðust klæðum sínum og þyrlu ríki í loftu, skipaði hersveitir foringja að fara með hann inn í kastalan og hýða hann og kúa hann með því til sagna, svo að hann kæmist að því fyrir hverja sök þeir skjöldu slíkt óp að honum. En þá þeir strengdu hann undir höggin, sagði Páll við 100 höfðingjan, hjá stóð. Leyfist yður að húsríkja rómverskan mann og þaðan án dóms og laga. Þegar 100 höfðinginn heyrði þetta, fór hann til hersveitaforingjans, skýrði honum frá og sagði, hvað ert þú að gjöra? Maður þessi rómverskur. Hersveitaforingjum kom þá og sagði við Pál, segð mér, ert þú rómverskur borgari? Páll sagði, já. Hersveitaforingi sagði, fyrir ærið fé keypti ég þennan þegnarétt. En Páll sagði, ég meira að segja með honum fæddur og þeir sem áttu að kúa hann til sagna viku nú jafn skjótt frá honum og hersveitaforingi var hræddur hann var þess vís að það var rómverskur maður sem hann hafði látið binda. Páll daginn eftir vildi hann ganga úr skugga fyrir hvað gyðingar kærðu hann, lét leysa hann og bauð æðstu prestarnir og allt ráði kæmi saman, síðan kom hann ofan með Páli og leiddi hann fram fyrir þá. Í Jesú nafni, Amen. We read 2 chapters, that's like God always leads everything. Við lásum 2 kafla eins og Guð, hann leysir allt, heilagur andi sér þetta og það okkar blessun og með það vera blessun til ykkar og við lásum sem sagt kafla 20 og 22 og núna ætlum við að spila þetta á King James 16:11 því að Biblían hún rétt skrifuð af King James upprunalega ritinu sem það ekki búið að viðbæta eða breyta neinum orðum eða á eitthvað nútímalegra mál svo við höfum fullan skilning á því sem skrifað hér and like we say we keep always have it in English. We have the King James 16:11 so that everybody gets the right scripture because King James 16:11 is the right scripture. It's not edited or nothing done changed in the Bible. So now we are going to play this in King James 16:11. Yeah. So my beautiful wife is gonna play now. Listen. Acts chapter 21. After we had torn ourselves away from them, we put out to sea and sailed straight to Kos. The next day we went to Rhodes and from there to Patara. We found a ship crossing over to Phoenicia, went on board and set sail. After sighting Cyprus and passing to the south of it, we sailed on to Syria. We landed at Tyre, where our ship was to unload its cargo. We sought out the disciples there and stayed with them 7 days. Through the Spirit, they urged Paul not to go on to Jerusalem. When it was time to leave, we left and continued on our way. All of them, including wives and children, accompanied us out of the city, and there on the beach we knelt to pray. After saying goodbye to each other, we went aboard the ship, and they returned home. We continued our voyage from Tyre and landed at Ptolemais, where we greeted the brothers and sisters and stayed with them for a day. Leaving the next day, we reached Caesarea and stayed at the house of Philip the evangelist, one of the 7.
He had 4 unmarried daughters who prophesied. After we'd been there a number of days, a prophet named Agabus came down from Judea. Coming over to us, he took Paul's belt, tied his own hands and feet with it, and said, "The Holy Spirit says, in this way the Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles." When we heard this, we and the people there pleaded with Paul not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, "Why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." When he would not be dissuaded, we gave up and said, "The Lord's will be done." After this, we started on our way up to Jerusalem. Some of the disciples from Caesarea accompanied us and brought us to the home of Mnason, where we were to stay. He was a man from Cyprus and one of the early disciples. When we arrived at Jerusalem, the brothers and sisters received us warmly. The next day, Paul and the rest of us went to see James, and all the elders were present. Paul greeted them and reported in detail what God had done among the Gentiles through his ministry. When they heard this, they praised God. Then they said to Paul, "You see, brother, how many thousands of Jews have believed, and all of them are zealous for the law. They have been informed that you teach all the Jews who live among the Gentiles to turn away from Moses, telling them not to circumcise their children or live according to our customs. What shall we do? They will certainly hear that you've come. So do what we tell you. There are 4 men with us who have made a vow. Take these men, join in their purification rites, and pay their expenses so that they can have their heads shaved. Then everyone will know there is no truth in these reports about you, but that you yourself are living in obedience to the law. As for the Gentile believers, we've written to them our decision that they should abstain from food sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality." The next day, Paul took the men and purified himself along with them. Then he went to the temple to give notice of the date when the days of purification would end, and the offering would be made for each of them. When the 7 days were nearly over, some Jews from the province of Asia saw Paul at the temple. They stirred up the whole crowd and seized him, shouting, "Fellow Israelites, help us! This is the man who teaches everyone everywhere against our people and our law and this place. And besides, he has brought Greeks into the temple and defiled this holy place." They had previously seen Trophimus the Ephesian in the city with Paul, and assumed that Paul had brought him into the temple. The whole city was aroused, and the people came running from all directions. Seizing Paul, they dragged him from the temple, and immediately the gates were shut. While they were trying to kill him, news reached the commander of the Roman troops that the whole city of Jerusalem was in an uproar. He at once took some officers and soldiers and ran down to the crowd, and when the rioters saw the commander and his soldiers, they stopped beating Paul. The commander came up and arrested him and ordered him to be bound with 2 chains. Then he asked who he was and what he had done. Some in the crowd shouted one thing and some another, and since the commander couldn't get at the truth because of the uproar, he ordered that Paul be taken into the barracks. When Paul reached the steps, the violence of the mob was so great he had to be carried by the soldiers. The crowd that followed kept shouting, "Get rid of him!" As the soldiers were about to take Paul into the barracks, he asked the commander, "May I say something to you?" "Do you speak Greek?" he replied. "Aren't you the Egyptian who started a revolt and led 4,000 terrorists out into the wilderness some time ago?" Paul answered, "I am a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no ordinary city. Please let me speak to the people." After receiving the commander's permission, Paul stood on the steps and motioned to the crowd. When they were all silent, he said to them in Aramaic, "Acts
chapter 22. Brothers and fathers, listen now to my defense. And when they heard him speak to them in Aramaic, they became very quiet. Then Paul said, I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel, and was thoroughly trained in the law of our ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today. I persecuted the followers of this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prison, as the high priest and all the council can themselves testify. I even obtained letters from them to their associates in Damascus, and went there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. About noon, as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. I fell to the ground and heard a voice say to me, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? I asked. I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting, he replied. My companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me. What shall I do, Lord? I asked. Get up and go into Damascus. There you will be told all that you have been assigned to do. My companions led me by the hand into Damascus because the brilliance of the light had blinded me. A man named Ananias came to see me. He was a devout observer of the law and highly respected by all the Jews living there. He stood beside me and said, Brother Saul, receive your sight. And at that very moment, I was able to see him. Then he said, The God of our ancestors has chosen you to know his will, and to see the righteous one, and to hear words from his mouth. You will be his witness to all people of what you have seen and heard. And now, what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on his name. When I returned to Jerusalem and was praying at the temple, I fell into a trance and saw the Lord speaking to me. Quick, leave Jerusalem immediately, because the people here will not accept your testimony about me. Lord, these people know that I went from one synagogue to another to imprison and beat those who believe in you. And when the blood of your martyr Stephen was shed, I stood there giving my approval and guarding the clothes of those who were killing him. Then the Lord said to me, Go, I will send you far away to the Gentiles. The crowd listened to Paul until he said this. Then they raised their voices and shouted, Rid the earth of him, he's not fit to live. As they were shouting and throwing off their cloaks and flinging dust into the air, the commander ordered that Paul be taken into the barracks. He directed that he be flogged and interrogated in order to find out why the people were shouting at him like this. As they stretched him out to flog him, Paul said to the centurion standing there, Is it legal for you to flog a Roman citizen who hasn't even been found guilty? When the centurion heard this, he went to the commander and reported it. What are you going to do? He asked. This man is a Roman citizen. The commander went to Paul and asked, Tell me, are you a Roman citizen? Yes, I am, he answered. Then the commander said, I had to pay a lot of money for my citizenship. But I was born a citizen, Paul replied. Those who were about to interrogate him withdrew immediately. The commander himself was alarmed when he realized that he had put Paul, a Roman citizen, in chains. The commander wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews. So the next day he released him and ordered the chief priests and all the members of the Sanhedrin to assemble. Then he brought Paul and set him before them. Ja, Acts chapter lees nog met. In Jesus' name, Small amen. Ja. There's a little There's- computer thing that the computer
went from King James to New. Hvað heitir þetta? New International Version. New International Version. Another one? There was not the King The King James James. 1611 like we always play. And like we say, it's like King James 1611 is the right one, and like we went like in the verse in chapter 21 in our Icelandic Bible, it stands in Act 21 in chapter 40. It stands in, they were talking in Hebrew, and in hvað er Hebrew. Nei, hvað er Biblían? Við varum að lesa úr. Við þurfum aftur hann hérna. Hún heitir New International Version eitthvað. And in the New International Version, it Yeah. stands Armonian eitthvað. Armenian. The language was Armenian, but in our Icelandic version it stands Aramaic. Aramic. And in Aramic, but in our Icelandic Bible it stands in Hebrew. So you see the difference between the Bibles is not, they changed the Bibles. It's like this version has Aramaic and our Icelandic Bible has Hebrew. And now I'm gonna check what King James says, the right, so we have the right language. Yeah. In chapter 21 and 22. 21, number 40, chapter Yeah. 40. Okay. Chapter 40. Hebrew, stands Hebrew. And the right one is Hebrew. So you see the Bibles in the hvað er í Biblía? New International Version. New International Version is wrong. Yeah. They say Hebrew, but it was Aramaic. Og eins og við sjáum hérna á milli Biblíu, hérna, hvaða biblíuþýðingar við erum að eiga við, að hérna, út af því spilum alltaf King James, en talvan okkar fór eitthvað hérna í New Recreation Bible, og þar segja hérna armenísku, en rétta hebreska. Og því höfum mjög gaman alltaf að spila King James 1611 upp á að orðin séu rétt, því það er búið að eiga við hérna, þú veist, biblíurnar hafa verið túlkaðar og það eru látnar alltaf einhverja afsökun, láta þetta nútímalega mál því að við eigum ekki að skilja, en auðvitað skiljum við öll. Við skiljum alveg tungumál. We all now know how to read, and we understand what is written. They don't have to change some words because somebody, this is just complicating things, and they're just taking words out and putting something different in. And that's what they have been doing. And that's not good. God will. God doesn't want to change the Bible. And that's why we do this. But God is good, and this is always a blessing. That's why we spread the word here. We spread the good news. That's our mission here. Me and my wife is like spreading the good news of God, and may that be a blessing to you.
Og við erum hér bara til þess að koma áleiðis orði Guðs og góðu fréttunum og það er það sem við gerum hér. Og megi þetta vera blessun til ykkar. Og núna ætla ég að gefa ykkur því sem eru að hlusta að hérna, ef þið hafi ekki tekið við Guðinn í hjarta ykkar, að ef þið trúið því að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og hann hafi dáið fyrir syndir ykkar og blóð hans hafi hreinsað af ykkar synd og hann hafi risið á 3. degi og þið trúið því inn í hjarta ykkar, að þá mun Guð koma inn í hjarta ykkar og þá eru þið orðnir Guðs börn og þá tilheyrið þið honum og þá getið þið beðið til hans og fengið blessanir hans og þannig virkar trúin og það svo hafið þau orð eftir mér sem ég mun hafa hér og if you haven't received God into your heart, then and you believe that God died on the cross and He died for your sins, and His blood cleansed you from all your sins, and He rose on the 3rd day, and then God promised to come into your heart, and then you are a God child, and then you can pray to Him, and you're gonna get His blessings, and that's how how God works. He answers our prayers, and He blesses us if we believe in Him. In Jesus' name, amen, and everybody say amen on this beautiful Monday. Amen. Amen. And now I'm gonna read this. Hvað ertu með? Sko, hún þarna. Já, það sem er einhver veginn til. Ok, bara svona. Himneski Faðir, Himneski Faðir, ég kem til þín í nafni Jesú Krist. ég kem til þín í nafni Jesú Krist. Ég viðurkenni að ég er syndari. Ég viðurkenni að ég er syndari. Ég þarfnast náða þinnar. Ég þarfnast náða þinnar. Ég trúi að Jesú Kristur sé sonur Guðs. Ég trúi að Jesú Kristus sé sonur Guðs. Að hann dó á krossinum fyrir syndi mínar. Að hann dó á krossinu fyrir syndi mínar. Og blóð hans reinsar mig allri synd. Og blóð hans hreinsar mig allri synd. Ég trúi að Jesú reis upp frá dauðum á 3. degi. Ég trúi að Jesús reis upp frá dauðum á 3. degi. Og lifir í dag. Og lifir í dag. Ég iðra synda minna. Ég iðra synda minna. Og sný mér frá gömlum vegum mínum. Og sný mér frá gömlum vegum mínum. Ég tek á móti Jesú Krist sem drotti mínum og frelsara. Ég tek á móti Jesú Krist sem drotti mínum og frelsara. Með trú lýsi ég því yfir að ég er hreinsaður með blóði Jesú. Með trú lýsi ég yfir því að ég er hreinsað með blóði Jesú. Fyrirgefin. Réttlátt. Og endurfædd í Kristi. Ég afsala mér öllu valdi myrkursins. Yfir í lífi mínu. Og lýsi þig yfir að ég tilheyri Jesú Kristi. Heilagur andi. Kom og búi í mér. Leiddu mig í sannleikann. Kærleikann. Og heiðarleika. Ég þakka þér, Faðir. Fyrir frelsun mína. Fyrir nýtt líf. Og eilífa von. Í nafni Jesú. Amen. Amen. Ég maður hraða þennan, þetta er út á Facebook. Mjög leiðilegt. Hraðan. Skrifstu. Ekki skrifið. Já, hvað? Sýta bara í hlæðslega og svo. Já, skrifið. No. Something like always something with
tekník, tæknina. Tæknin eitthvað að stríða okkur í Gerður besta pasta. Pasta. Hvað? Ha, og hvað? ég veit ekki. Ég bara datt út á, en þú veist, já. Mamma, Heavenly Father, Heavenly Father, I come to you in the name of of Jesus Christ. I come to you in the name of Jesus Christ. I confess that I'm a sinner I confess that I'm a sinner and that yet I need your grace. and that I need your grace. I believe that Jesus Christ is the Son of God, I believe that Jesus Christ is Son of God, that He died on the cross for my sins, that He died on the cross for my sins, and that His blood cleansed me from all my sin. and that your precious blood cleansed me from all my sins. I believe that Jesus rose from dead on the third day, I believe that Jesus Christ died on the third day, and that He is alive today. and that He is alive today. I repent of my sins I repent my sins and turn away from all old ways. and turn away from all ways. I receive Jesus Christ I receive Jesus Christ as my Lord and Savior as my Lord and Savior by faith. by faith. I declare that I'm washed by blood of Jesus. I declare that I'm Washed by washed by the blood of the Jesus. blood of Jesus, Forgiven, forgiven, justified, justified, and born again and born again in Christ. in Christ. I renounce I renounced all power of darkness over my life all power of darkness over my life, and declare that I belong to Jesus Christ. and I declare that I belong to Jesus Christ. Holy Spirit, come Holy Spirit, come and live in me. and live in me. Quiet me in truth, Quiet me in truth, love, and holiness. love, and holiness. Thank you, Father, Thank you, Father, for my salvation, for my salvation, for new life, for new life, and eternal hope. and eternal hope. In Jesus' name, In Jesus' name, amen. amen. And be welcome to the kingdom of God if Amen. you had this prayer with us. Yeah. And this is not complicated. This is easy. And this just, we have to believe. And if we believe, we get His blessings. And we love you on this wonderful Monday. And this was our first live here on the screen today. So we had a little difficulty setting up the things, and always something comes up, but that's okay. That's just life. And but remember one thing: be good to each other. Tell your loved ones you love them, you love your children, you love your spouse, and pray for them, and pray for your neighbor, and tell your neighbor that you love him, and pray for your enemy, and then God is going to bless you, because these are all the children of Him. We are all children of God. Og munið, biðjið fyrir ástvinum ykkar, biðjið fyrir börnum ykkar, biðjið fyrir konu ykkar, og biðjið fyrir náunganum og segið þið elski náungan, og einnig biðjið fyrir óvin ykkar, því þá mun Guð svo sannarlega blessi ykkur, því að við öll erum sköpun hans, og hann á okkur öll og hann elskar okkur öll, og því ber okkur að biðja fyrir öllum.
og við byggjum að heilsa á þessum yndislega mánudegi og við elskum ykkur hérna á Íslandi and we love you here from Iceland and may this day and this word today be a blessing to you and we are gonna see you tomorrow and fix a little bit about these complications that we had a little bit today og við munum ráða úr þessum litlu vandamálum sem við áttum hér í dag en við elskum ykkur og yndislega mánudag Já. and everybody say amen on this wonderful Monday and we love you. Mwah. Bye bye. Bye. Lefðu, hvað gerist? Nei, já, ekki bara eitthvað finish, eitthvað. Byrjuðu hérna eitthvað finish. Yep. Ég skal bara gera það. Nei, mamma. Ok, ekki hugmynd á hvað eitt en alltaf. Hvernig fyrir maður Close. Það segi ég bara. Snyder.